Já, komið sæl. Anna Rós Ívarsdóttir heiti ég og ég framkvæmdastjóri mannauðs og menningar hjá VÍS. Gaman að segja frá því að ég hóf störf mín hjá VÍS fyrir 25 árum sem háskólanemi í hlutastarfi á kvöldin að selja viðbóta lífeyrissparnað. Það gekk alveg gríðarlega vel hjá mér og ég seldi tugum og hundruðum manns á Íslandi viðbóta lífeyrissparnað hjá bankanum sínum, ekki hjá VÍS. Það var svona fyrstu skrefið mín. Ég ætla að segja ykkur aðeins frá því hvernig við hugum að starfslökum hjá VÍS og ef við byrjum svona eins og á byrjuninni þá eiga við allar stefnur og allt sem við gerum einhvern veginn svona rót í okkar menningu og bara svona grundvallarstefnu fyrirtækisins. Tilgangur okkar í VÍS að vera traust bakland í óvissu lífsins og við tengjum það bæði auðvitað bara við okkar viðskiptavini og okkar starfsfólk. Og þannig kemur það að vera með trausta mannauðsstefnu og starfslokastefnu inn í það. Síðan gildið okkar og haldið ykkur skref og undan umhyggja og það náttúrulega meikar ekki sens fyrir neitt sem stendur ekki inn í VÍS. En þetta var stefnumótun starfsmanna sem að gerði það verkum að þessi setning eða ósetning eða orðskrípi var til. En við skiljum þetta þannig að við reynum alltaf að vera skrefa undan fyrir viðskiptavinin að láta vita og passa upp á hana og það sama á þó við starfsfólki okkar og með umhyggja leiðarljósi og umhyggjan gildi sem búið að vera bara frá því að fyrsta gildi VÍS voru tekin upp fyrir mörgum árum þá var eitt af því umhyggja og það hefur alveg lifað með okkur gegnum tíðina og það okkar leiðarljósi mannauði að nálgast okkar viðfangsefni af umhyggju. Það að vera með skýra reglur og svona fastmóta ferli teljum við bæði að vera að skrifa undan þannig að fólk vita hvað það gengur og að þessi ákveðin umhyggja, það sé ekki kvíðavaldandi og að það sé mikil óvissa. Og starfsloka reglan okkar mjög einföld að við látum að störfum í síðasta lagi í þeim mánuði sem við verðum 67 ára en við getum hætt fyrr. Og þetta öllum ljóst og kemur þessu fram í ráðningarsamningi. Þannig að það kemur engum á óvart þegar við einhvern veginn förum að tala þetta þegar nær dregur. Og við teljum líka alveg gríðarlega mikilvægt að vera með góðan undirbúning. Og við höfum verið með sama fagaðila með okkur í starfslokanámskeiði eins og Arion banki sem auðnast, frábær bakhjarla eiga þar að og ég ætla ekki að eyða mörgum orðum í innihald námskeiðis að þessi Brynja fór svo vel yfir það, en bara tekið svona heilstætt á öllum þessum þáttum sem við þurfum að huga vel að þegar við látum störfum. Og bara hefjum, og við erum mjög mikið að tala að þegar við hefjum næsta kafla. Okkur finnst mjög mikilvægt að tala þetta sem tilhlökkunarefni og við erum svona alltaf að tala það upp að hvernig gengur þér að undirbúandi næsta kafla og ertu ekki spennt fyrir eða spenntu fyrir að taka næsta skref og svo framvegis. Þannig að við erum ekki að nálgast þetta sem svona eitthvað svona þungt efni sem við erum eitthvað svona taka og fara eitthvað að ræða við viðkomandi og við finnum það bara þegar við stiltum okkur öðruvísi þá var þetta samtal bara einhvern veginn allt öðruvísi og það ekkert erfitt að ræða starfslok við fólk. Það sem við gerum varðandi starfslokanámskeiðið, við bjóðum öllum 60 ára eldri, við erum auðvitað minna fyrirtæki þannig að til þess að ná í hóp að þeirri stærra gráði að það orðið námskeiðishæft þá getum við gert þetta ekki eins ört og stærra fyrirtæki en það sem við gerum að við bjóðum mökum líka og það hefur mælst alveg gríðarlega vel fyrir og þá fólk að koma saman og því að var rætt þennan aldursmun, ég kannaði þetta í Hagstofan fyrir nokkrum árum og þá sem sagt meðaltals aldursmun hjón 3 ár hefur verið óbreyttur frá Hagstofan birti fyrstu tölur 1950-60 eitthvað. Þannig að við erum alltaf bara einhvern veginn, konan 3 árum yngri en maðurinn að meðaltali. Og það sem hefur það gerst að konarnar sem að, hafa verið þá einhvers staðar upp úr 60, þá eru mennirnir alveg að fara nálgast að vera komin nær eða jafnvel hættir og svo öfugt. Þannig að þarna koma hjónin saman og þetta eins og lýst á hann, þetta líka bara mjög mikið svona fjölskyldu og hjónamál. Þetta ekki kannski einkamál einstaklingsins. Þetta reynst okkur alveg gríðarlega vel. Við erum með tímalínu og ég kannski ég tek við þessi mannustjóri 2006 og þegar ég átti að fara að segja upp með uppsagnarbréfi fyrsta starfsfólkinu eða starfsmannu sem var að fara á starfslok, það fannst mér bara fáraleg hugmynd og þannig að við höfum gert samkomulag starfslok síðan
2006 og hérna nálgast málin þannig að þetta sátt, starfslok í sátt en ekki uppsögn. Og það var bara mjög mikil hérna, breyting á upplifun fólks. Ég hafði áður unnið í mannréttindamálanum frá 2001, þannig að ég upplifði alveg þessa breytingu. En það sem við gerum að auðvitað þetta þá hérna, nokkrum árum fyrir sem að starfsfólk hafi boðað námskeið og þá auðvitað hefst þetta samtal, en síðan það mjög formlegt 18 mánuðum áður nú verður 67 ára, þá færðu þetta formlega samtal sem stjórnandinn tekur. Og þar við hérna bæði bara að fara yfir möguleikana, útfærsluatriði og næstu skref fyrir fólk, en ekki síður að starfsfólki sem sérfræðingar í störfunum sínum segja okkur hvernig verður best að yfirfæra þekkingu, verkefni til annar starfsmann sem taka við. Síðan 15 mánuðum fyrir við segjum starfslokadaginn, afmælisdaginn, að þá setjast við niður aftur og þá eru komnar óskir, þá ertu búin að melta og þá koma fram óskir, hvernig vil ég hafa þetta? Vil ég hætta 6 mánuðum fyrr, vil ég vera í 50% starfi, eitthvað minnka við mig, og það bara, hefur allir gangur því og þó að sko, flestir hafi núna óska bara eftir að fá að hætta og það sem við bjóðum upp að haldi 6 mánaða launum og fá að hætta 6 mánaða fyrr. Og þarna kom inn í þessu samtali líka bara þessa skipulagningu og stjórnandi búin að hugsa hver eftirmaður eða hvert fara verkefnin og maðurinn sem að hætta, hann mjög mikil þáttakandi í þessu og það hefur gefið okkur það að fólk upplifir að það sé mikilvægt og það sé ekki verið hendað út og það hefur gert eitthvað gagn og það að fá að vera með í þessu. Nú síðan 13 mánuðum áður þá undirritum við þetta samkomulag og eins og ég segi þá þetta í boði, það 6 mánaða laun án vinnuframlags eða vinnuskyldu sem þú getur dreift. Svo bara eftir því sem að því framvindur og fólk ákvað, þá kemur þá að starfslokadeginum og þá við bara með hátíð og við aftur, þarna við að svona ræða þessi mál á þann máta að þetta næsta skref og nýr kafli í lífinu og við erum að fagna því og þarna fær þessi starfsmaður sem hætt að vera pínu stjarna í dag og það eru svona ræður og falleg orð og kveðjugjafir og kaffisamsæti og allir í fyrirtækinu mæta og kveðja viðkomandi. Og mjög fyndið að fyrst segðu alltaf ég vildi ekki. Alveg bara, nei, ég ekki hafa fyrir mér og ég vildi ekki og ég vil ekki hafa ræðu og ég vil ekki halda ræðu og eitthvað svona og svo þegar hólminn komið og ég svona, veist, þá allir himinlifandi. Næsta skref svo að ganga í Ölvís sem var nafn sem að þessi hópur valdi sig sjálfur og kallar sig Öldungar á Vís en það allt starfsfólk sem látið af störfum og þau hittast einu sinni í mánuði í kaffi í okkar höfuðstöðum í mötuneytinu hjá okkur og þykja veitingar. Makarnir eru hjartalega velkomnir mjög mikið þáttaka frá mökum líka og það sem við gerum, það ekki bara þannig að þau sé að hittast heldur það koma alltaf einhverjir starfsmenn sem ennþá starfandi sko fyrrum þau sem að þekkja þau og hafa vunnið með þeim stjórnendur þeirra og alltaf einhver frá okkur í mannauði og síðan höldum við reglulega kynningar, þú veist, þá kemur forstjórinn segir frá hvað að breytast hjá okkur, hvað nýtt eða nýtt vöru framboð, mikla breytingar eins og verða núna þegar Vísir að breytast og verða dótturfélagi í fjármálasamstæði, þá erum við búin að kynna það fyrir okkar frábæra fólki og þetta algjörlega svona partur af okkar menningu og þarna eigum við núna sko 20 mann sem eru talsmenn Vís út í samfélaginu og mjög ánægð og þau upplifa sig ennþá sem partur af hópnum og þau halda líka starfsmannakjörum sem viðskiptavinir í 10 ár eftir starfslok hjá okkur og þannig að það líka svona ákveðið lím. En ég geti sagt ykkur með mínum orðum hvað allt frábært hjá okkur en ég ákvað samt að segja ykkur það með orðum 3 starfsmanna sem hafa hætt hjá okkur
núna síðustu 2 árum. Hann Úlfar, hann var aðalbókari og rétt þar og undan var hann forstöðumari reikningshaldi. Og almennt hann hjá okkur stjórnendur, hætti að vera stjórnendur 65 ára og fara þá og stíga aðeins niður og verða sérfræðingar og taka þá þann tíma sem eftir að starfsævinni hjá okkur í það að miðla reynslu sinni. Og eins og hann segir þarna, það var forréttindi. Minnka stressið síðustu árin og upplifa það að geta miðla visku svona reynslu og koma, eins og þið þekkið sem hafa unni í fjármálum, að koma uppgjörferlum sem tekur heilt ár af sér yfir í góðar hendur til unnar. Segir líka þarna með starfslokanámskeiði sem hann fannst frábærlega gagnlegt fyrir þau bæði. Og hann sagði mér að sérstaklega hefðu tekið upp punktan með hreyfingu. Þannig að það ekki bara fjármálin. Svo hann Beggi okkar, hann hætti 6 mánuði fyrir 67 ára afmæli sitt. Hann í sínu náttúrulega elementi sem golfdómari. Og það svo fyndi hvað bara sumt hefur áhrif, hann sá bara 6 mánuði fyrir, þá kemst ég beint út í vorið og get bara verið út á golfvelli allt sumarið. Þannig að hann tala mest þarna til dæmis þessi vinatengsl og hvernig að það svo mikilvægt að þau rofna ekki og hann mætir alltaf í kaffið en hann gerir sér alltaf ferði í Costco og kaupir sér þar linsur í augun, kaupir nammi og kemur með inn í tölvudeildina þar sem hann starfaði áður og bara svona einu sinni í mánuði fáið að sjá Begga og knúsa hann. Hann talaði líka þarna að honum finnst allt ferli miðað svo mikið að því að fólk haldi virðingu sinni og að fólk finnst það ekki óþarft og þetta er svona, lýsir svona því að hvernig svona okkar áætlanir hafa gengið upp í því að fólk að upplifa það sem við lögðum upp með. Nú, og svo síðasta dæmi sem ég ætla að sýna ykkur hann Ásgerður. Stundum mæta okkur óvæntar áskoranir í lífinu og það ekki allt eins og eftir einhverju uppskrift. Ásgerður veiktist alvarlega krabbameini og var alveg frá vinnu í 1,5 ár og kemur svo tilbaka og kemur þá tilbaka í 50% starf og þegar það hún hafði starfið 50% starfi í svolítinn tíma þá bara 8 áns áður hafði ekki lengur starfsstrekk. Óskaði eftir sjálf að fá að hætta og hún hafði unnið hjá okkur í tæp 40 ár og okkur fannst ekkert sjálfsagðara en það að hún geti fengið öll sömu réttindi og nyti sömu hlunindi eins og fólki okkar sem hefði þá unnið fram á 67 aldri. Henni fannst ekki sjálfsagt, þegar hún kom með þessa tillögu þá hélt hún að það yrði mikið mál að sækja það, þannig að hún var mjög ánægð með það hvað það gekk smurt fyrir sig. Og hún tala líka þetta að allir vinahópurinn sem hún á eftir 40 ár, bæði fólkinu sem hætt og fólkinu sem ennþá að vinna, hún kemur alltaf að kaffið og hún fyrir líka alltaf upp á hæðir og hittir vinina. Þannig að þetta svona okkar reynsla annars vegar út frá mínu sjónarhorni sem mannustjóri og hins vegar bara okkar starfsfólk sem nýhætt. Takk fyrir.